Komið þið sæl. Verið velkomin til okkar í VFIB á þennan fyrirlestur okkar og svona kynningu á fjárfestunum Warren Buffett. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VFIB og hann heitir Loftur Ólafsson sem ætlar að flytja fyrir okkur þennan fyrirlestur. Ég vil byrja og benda ykkur á það að endilega takið með ykkur veitingar og fáið ykkur á borðið. En Loftur er sennilega mesti sérfræðingur bankans í ekki bara Warren Buffett heldur almennt í því hvernig menn fjárfesta. Hann hefur verið að kenna fagið atferlisfjármál, bæði Háskólanum í Reykjavík og hefur haldið námskeið í því hérna hjá okkur. Þannig að hann er mjög fær í því að fjalla akkurat svona taktík í fjárfestingum og hvernig menn fara að því. Og það er varla til skemmtilegra dæmi held ég til þess að fara yfir en akkurat þessi maður. Loftur er sérfræðingur hjá Íslandssjóðum, þannig að þar er verið að stýra eignum bæði innlendum og erlendum. Við höfum tiltölulega knappan tíma, þannig að ég vil biðja ykkur að kannski geyma spurningar þar til í lok fundar, en ætla að gefa Lofti orðið. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Þið þekkið það sem þið voru börn og líka við heyrum oft börn segja þessi er eitthvað skrítinn. Svo þau eldust og þá er stundu þannig að við höldum áfram að tala við fólk og segja þessi sé eitthvað skrítinn. Stundum erum við kurteisir og segjum þessi er eitthvað sérstakur. Þessi hérna fyrir aftan okkur, hann er bæði skrítinn og sérstakur og ég ætla að fara núna á næsta klukkutímanum, reyna að gefa ykkur mjög góða og snarpa mynd af því hvernig það vinnur, hvað hann hefur verið að gera og hvernig starfsemi félagsins sem hann stýrir hefur þróast. Félag heitir Berkshire Hathaway, það er bara eins og hvert aðra fyrirtæki nema það er fjárfestingarfélag, hvílir á nokkurnum stoðum og hann er bara einfaldlega forstjóri. Hann er lengsti, mann gæsalappa, ekki það sé ávaxinn, sem það er engin forstjóri hjá stóru bandarísku fyrirtæki verið jafn lengi við störf. Þannig að hann á aldursmitið, hann er nú orðinn 82 ára gamall. Hann hefur sjálfur sagt að það að fjárfesta sé einfalt en það sé ekki auðvelt. Nú, hvernig byrjaði þetta? 35 ára gamall, þá tæplega 35, hann er fædd 1930, 32 ára gamall, þá byrjar hann að kaupa hlutabréf í Berkshire Hathaway. Heyrist í mér? Já. Sem að þá vefnaðarvörufyrirtæki, fyrirtæki sem hafi verið í töluverðum erfiðleikum, veltan hafi minnkað frá ári til árs og hann hafi síðan tekið eftir því að þegar fyrirtæki var að loka verksmiðjum og þá kom svona sýndist hann að vera einhver leikni, einhver hegðun í hlutabréfaverðinu sem hann gat grætt á. Þannig að hann alltaf var búið að tilkynna nú þegar hann lokað inn í verksmiðju að þá keypti hann, verðið lækkaði og svo jafnaði sig, þannig að hann skoðaði þetta, horfði á þetta eins og hverja aðra fjárfestingu, það sem hann hafi lært hjá læriförum sínum Benjamin Graham og var búinn að kaupa þarna svolítið af bréfum. Meðalvens hans á hlut í félaginu voru $15 þegar hann var búinn að kaupa allt sem hann eignaðist þarna í byrjun og þarf að bera þetta sama við $150.000. $15 er orðnir á $150.000 núna, já, rúmlega 50 árum síðar. Það var eiginlega tilviljun að hann skyldi eignast félagið eða kaupa svona stóran hlut. Forstjórinn hafði síðan hann var nokkuð stór hluthafi og hann fór til hans og sagði, ég er nú að hugsa að bara kaupa hluthafan út og eignast allt fyrirtækið og ég er að hugsa að þetta verð og jú, hún leist ágætlega á það og svo þegar hann er komið, forstjórinn mætir til Buffett og segir, ertu tilbúin að selja mig? Já, sendum við bara bréf og allt það og hann gerir það. Þá verði það aðeins lægra. Buffett móðgæðist og ákvaði bara að fara hamstra bréf í fyrirtækjunu, eignast bara meira. Þannig verður þetta til með sérstakri tilvíðun. Buffett hefur sjálfur verið að spyrja hvað er versta fjárfesting hans sem hann gert ævina, fréttamaður sem spurði hann nýlegu viðtali og hann sagði að það heimskulegasta sem ég hef gert, heimskulegustu hlutabréfin, það eru hlutabréfin í Berkshire Hathaway. Og af hverju segja hann þetta?
Það er vegna þess að ef ég hefði sett peningana sem ég setti hlutabréf í Berkshire Hathaway, alla peningana í það sem ég síðan lét Berkshire Hathaway gera, að þá var eigið fyrir Berkshire Hathaway helmingi hærra heldur en það í dag. Það er að segja hluta peningunum sem var sett í það félag og þeir peningar fóru að vinna í þeim rekstri og sá rekstur hann fór halloka og fyrirtækinu var loka 1986. Þannig það sýnir okkur, þið erum að spyrja, hvernig getur þetta verið, hann er búinn að græða svo rosalega mikið, en það sýnir það bara að það var einhvern tíma var einhver $1 sem fór í vitlausa átt og í staðinn fyrir að halda áfram að vaxa og þessum gríðarlegu áhrif vaxta, að hann bara mista því fyrir hluta fjárhæðarinnar. Nú, fyrstu skrefið þá verið kaup á 2 litlum tryggingafyrirtækjum, hann bara sagði, heyrðu, ég ætla bara á heimavelli og hann hafði lært að vera á heimavelli og það var tryggingarekstur, þar að segja hann hafði búinn að fræðast hann hjá læriföðunum sínum, Benjamin Graham, sem satt í stjórn tryggingafyrirtækis og hann var búinn að útskýra fyrir honum tryggingabransi er svolítið skemmtur að því leiti að þú ert með peninga að láni og það er ekki að borga neitt fyrir þá. Rukka núna borga seinna. Það er að segja tryggingafélög þau innheimta iðgjöld og svo koma tjónin á löngu tímabili. Þannig að ef þú gerir þetta vel þá ertu með rosalega mikið af peningum að láni á 0% vöxtum. Þannig að hann byrjar að gera það, kaupir 2 fyrirtæki í héraðinu þar sem hann bjór og hann var mjög ánægður með stjórnanda annars fyrirtækisins sem er að koma að selja honum vegna þess að hann sá í honum þessa eiginleika sem hann var að leita eftir. Það er að segja stjórnandi sem er hugsaðvelur reksturinn mjög kostnaðarvitandi mikil og hann sem dæmi það að þegar hann var að semja kaupinu á fyrirtækjuna að forstjórinn sem var að koma að selja honum, hann kom ekki strax á fundin og svo kom hann að útskýra hvernig hann var seinn og þá var það vegna þess að hann var að hringsóla og leita stöðumæli þar sem var ennþá svolítið eftir í stöðumælinu og ætlaði að leggja þar til að þurfa ekki að borga í stöðumæli. Þetta er ósköp venjulegt tryggingafyrirtæki sem er að tryggja bíla og annað slíkt. Þannig hann byrjaði á sínum heimavelli. Svo hélt hann áfram, þá var það meiri tryggingar og þá kaupir hann fyrirtæki sem var að lenda í mjög miklum þrengingum. Tryggingafyrirtæki sem var mjög gott, mjög lágan kostnað, sem þýddi að gat boðið lág iðgjöld, en þetta snýst líka um að fá góða tryggingataka. Þannig að þetta félag hafði fyrst og fremst reitt sig á góða tryggingataka, góða bílstjóra, stór hluta yfir ríkisstarfsmenn, einhver hluta vegna keyruðu þeir betur heldur en annað fólk. Og svo höfðu þeir lent í því að fara út í áhættusamari tryggingataka á þess að passa sig á því að iðgjöldum væri að hækka nægilega mikið og á endanum voru farnir að leyna raunverulega aðkomu fyrirtækisins og það rampaði á barmi gjaldþrots. Og þetta er fyrirtæki ennþá sem er eitt af þessum stóru tryggingafélögum sem að Berkshire Hathaway á núna. Þannig að þetta var ekkert öðruvísi en það að það kom upp þar að dæmi og hann grípur tækifæri, hlutabréfaverðið fór úr tæpum $50 fyrst niður í 4, svo fór alveg niður í 2 og hann er að kaupa þarna á botninum en enga síður og keypti fyrir háa fjárhæðir en enga síður að þannig að hann segir við vin sinn, veistu að ég var að kaupa hlutabréf í fyrirtæki og ég veit reynilega ekki hvort það verður lifandi í næstu viku og ég geti þess að tapa allri fjárfestingunni. Nú, svo eignast Berkshire Hathaway félagið að fullu 1996. Þetta myndi hann á dæmi sem hann hafði komið að mörgum árum áður en að koma að Berkshire Hathaway. Það snerist American Express, sojabónu skandalinn eða salatolíu skandalinn, skrifu bók þennan skandal sem fekk Pulitzer-verðlaunin. Og það var einfaldlega þannig að American Express var með svona dótturfyrirtæki sem rak vöruhús sem geymdir vörur og svo voru skip að koma með olíu, þau voru geymd bæði olíum í skipum og í tönkum á landi og það sem að eitt fyrirtækið uppgötaði var það að ábyrgða yfirlýsingi frá American Express hvað væri mikil af sojabónuolíu í tönkunum, það var þetta að nota þá yfirlýsingu til að fara í banka og fá lán. Og svo var þarna einn forstjórinn fyrirtæki sem hafði ekki tekið kannski marga kúrsa í siðferðilegu viðskiptaháttum. Hann byrjaði að setja sjó í tankana og svo olíu ofan á. Þannig að svo fór það fyrirtæki á hausinn og þeir sem höfðu verið að lána fé komu með yfirlýsingar til American Express og fyrirtæki stóð frammi fyrir hugsanlegu gjaldþroti. Nú, Warren Buffett hafði velt þessu fyrir sér, svo fór hann bara í leynilögreglubúninginn, fór að kanna
hvað að gerast, og svo sá hann var heilt kvöld, fór á veitingastaði í sínum heimabæ og fylgdist með hvernig fólk var að borga, og það var að nota American Express kortin sín, þannig að það ekkert breyst í því. Fólki var að nota kortin sín, svo hringdi hann í svona samkeppnisaðila og spurði hvernig, og svona grenslaðist fyrir hann hvernig markaðurinn væri, og það var ekkert að gerast með American Express kortin eða ferðatékkana. Kannski hluta hópnum hérna átti þessi ekki ákvæði að segja því að tala ferðatékka, en þeir eru eins og stórir í þeirri starfsemi. Og hann sagði, heyrðu, þetta er svona, það er eitthvað mjög, það sem er að gerast. Þessu hérna dæmi hefur engin áhrif á vörumerkið, þannig að hann ákvaði einfaldlega að kaupa bréf og græddi síðan mikið á þeirri fjárfestingu. Nú, snúum okkur þá að kókinu. Þetta er 1988 og þá kemur hann inn sem stór hluthafi í kók. Hafði velt þeirri fjárfestingu fyrir sér í svolítinn tíma eins og við sjáum hérna eftir, og svo gaf verðið eftir, menn voru svartsýnir og hann nýtti tækifæri til að kaupa. Nú, fyrirtækið hafði tekið miklum breytingum, auðvitað alltaf verið sterkt, en arðsemin hafði ekki verið sérstaklega góð. Svo kemur forstjóri, kúbverskur, eða ekki kúbverskur, jú, kúbverskar ættar, forfeður frá Baskalandi á Spáni, Roberto, og hann stendur fyrir mikilli endurreisn fyrirtækisins. Coke is it, you can't beat the feeling, Ólafs Coca-Cola, hann stóð líka fyrir því, hann kom með Diet. Coke setti það á markað, það var hitt, svo ég sletti nú aðeins. Svo reynda líka að breyta, kom með nýtt Coke. Coke-menn, það sem var að gerast þá, að Coke-menn sjálfur voru vanmátu gríðarlega hversu sterkt merkið þeirra var, vegna þess að þeir voru búin að breyta, þá vildi fólki fá gamla góða kókið og þeir fóru til baka þau sem eru markaðsfræði menntuð eða eitthvað slíkt, þekki þessa sögu. Hann skilgreindi allan heiminn sem vígvöll kók og bætti mjög reksturinn. Þegar Buffy var að spyrja okkur ef hann hefði keypt, þá sagði hann þetta er eins og þú gengur eiga stúlku, er það vegna augnanna, er það persónuleikinn, það er fullt af hlutum sem þú getur ekki skilið að. En hann tók sér svolítið tíma til að hugsa. Fjárfestingin Coca-Cola enn eitt dæmið hann ótrúlega hraða sem formaðurinn ykkar, þetta verður með stóru F-i, bregst við fjárfestingartækjunum alveg saman hversu furðulega falin þau eru. Ég held ég að drukkið mér fyrstu Coke árið 1935 eða 6. Ég veit þá að 1936 ég keypti 6 flöskur á Coke fyrir 25 cent af Buffett, Buffett og Sons, seldi það svo á 5 cent stykkið í hverfinu okkar, græddi 5 cent. Í þessum könnulegreglum ábótasama smásölu, þá komst ég ekki hjá því taka eftir mikla áhuga viðskiptavinn á vörinu og gífurlegum möguleikum hennar á markaði. Ég veitti þessum eiginlegum áfram athygli næstu 52 árin á meðan Coke ruddi sér til rúms allan heim. Á þessu tímabili gætti ég þess svo vandlega að kaupa ekkert einasta hlutabréf í fyrirtækinu. Í staðis festi ég fé í sporvagnafyrirtækjum, vindmylluframleiðendum, kólaframleiðendum, vefnaðariðnaði, útgefendum frímerki og fleira. Það var fyrst sumarið 1988 sem heilinn á mér náði sambandi við augun. Þannig hann þurfti svona langan tíma til að hugsa. Þau sem þekkja hann aðeins, og þau áttu að segja á því að hann setur oft hlutina fram með þessum hætti, er oft mjög fyndinn og skemmtilegur. Þannig að það er til fjármálamaður sem er fyndinn. Nú, hann getur svona verið snöggur. Höldum áfram. Hérna er 1989, þá riðar til falls stór fjárfestingarsjóður, Long-Term Capital Management, stundum kallað Long-Term Capital Mismanagement, skrifuðu frábær bók þetta. 2 Nóbelsverðlaunahafar sem voru þar í stjórn og starfsmenn nýbúnir að fá Nóbelsverðlaunin í hagfræði, og stofnandinn, John Meriwether, svona trader, og hann lenti í vandræðum. Það var verið að reyna að fylkja saman mörgum bönkum, fjárfestingarbönkum stórum, Seðlabankinn í New York, þetta var risa björgunaraðgerð. Og þá var þetta verið eftir hver getur bjargað, hver komið til bjargar. Þá var þeir hringt í Buffett. Hann hugsaði málið, svo sendir hann tilboð á faxi. Sem sagt, þetta er bara á þeim degi sem að það er spurning að bjarga, eða þá það gerist ekki, þá veit ekki hvað gerist með fjármálakerfið. Hann sendir tilboð 20 mínútur í 12, gildistími til 12:30. Þannig að þarna ætla hann að nýta sér eins og hann gerir stundum að reyna að vera eini
kaupandi. Hann vill ekki samkeppni þegar hann er að kaupa. Hann tekur ekki þátt í uppboðum. Nú, bankamaðurinn Warren Buffett, 1990. Þetta svona stóra. Þarna er hann fyrst kominn fram að því var hann tiltölulega óþekktur, en þarna er hann orðinn svona þekktur. Bankamaðurinn Warren Buffett. Nú, þannig var að hann hafði ekki dálæti á bönkum, eins og kemur hérna fram að eftir. Það var þó einn banki sem að naut hylli hjá honum og samstarfsmönnum hans. 2 aðilar sem stýrðu þar, og þeir höfðu það sem þeir töldu að bankamennir höfðu. Þeir höfðu mikla reynslu, þeir höfðu verið lengi á markanum, voru búnir að höfðu reynslu af útlánum, veðlánum, höfðu farið í gegnum upp- og niðursveiflur, mjög fókuseraðir á reksturinn. Fræg saga því að annar bankastjórinn, starfsmaður, ætlaði að kaupa jólatréin á skrifstofuna fyrir ein jólin, og hann sagði, heyrðu, þú borgar hérna sjálfur vinurinn. Þannig hann týndi ekki jólatré á skrifstofuna hjá einum af toppunum. Þessi banki, Wells Fargo, hann er einn af stærstu bandarísku bönkunum núna. Þeir höfðu ekki lent í því að fara að lána eins og margir bandaríski bankar til Latnesku Ameríku. Þeir fóru allir fengu mikla skelli þar, lítið lánað í svokölluð skuldsetta fyrirtækja yfirtökur. Þannig að þeir höfðu engu að síður lánað töluvert til fasteigna, og það fasteignamarkaðurinn í Bandaríkjunum var að fara þarna á hliðina, sérstaklega í Kaliforníu, ástandið var langverst þar. Þannig að Buffett var sjálfur sér mjög ánægður með þennan banka, hann hafði verið það, hann var ekki hrifinn af bönkum. Sjáum hérna, við höfum enga sérstakar áhuga á bankageirinum. Þegar eignir eru 20-falt eigið fé, sem er algengt í greininni, þá geta mistök sem einungis varða lítinn hluta eigna þurrka út stóran hluta eiginfjár. Mistök hafa frekar verið regla en undantekning á mörgum stórum bönkum. Flest mistök hafa verið af stjórnunarlegum toga, tilhneigingar stjórnenda til að apa hugsunarlaust eftir hegðun annarra stjórnendabanka, alveg sama hversu kjánalegt er að gera það. Þannig að þeir eru að kaupa þarna, byrja að kaupa hlutabréf, og það fylgir síðan, leta síðan fylgja að algengasta ástæða lágs verðs er svartsýni, stundum almenn svartsýni, stundum svartsýni tiltekið fyrirtæki eða atvinnugrein. Við viljum stunda viðskipti í slíku umhverfi, ekki af því okkur líki svartsýni, vegna þess að við hrifnir af verðinu sem svartsýning framkallar. Það eru ofurbjartsýni sem er óvinur skynsama kaupandans. Þannig að þetta er staðan, kaupir í banka sem að margir halda sig að riða til falls. Þeir eru búin að skoða hvernig er þetta, hvað mikið eigið fé í bankanum, hver eru útlánin, hvað ef x% af þeim tapast, eða x% í vanskil og svo x% af því sem tapast, hvað ef það er fjárhæðum, þolaðir eða þolaðir ekki. Það var farið að sirta verulega í álinn, yfir 20% atvinnuhúsnæði sem hefði byggt á einum í svona stærri hverfunum, bara tómt, enga von til þess að það myndi fyllast. Banki var farinn að leka, hann var byrjaður að afskrifa gríðarlega mikið, það kom þeim ekkert óvart, og því að þeim, þá var Warren Buffett ekki bara einn. Það er samstarfsfélagi hans, Charlie Munger, sem er eldri en hann. Og þannig að sjáum hérna hvað hann var búinn að kaupa hér, svo hélt áfram að lækka. Haustið, þá var þetta bæta gráan og svart, þá var komið efnahagslega hérna, erfitt ástand í efnahaginn í Bandaríkjunum. Saddam Hussein ræðist inn í Kúveit haustið ágúst 1990, og svo er innrás í upphafi árs 1991 sem stóð yfir í 6 vikur, þá var því lokið. Og þannig ástandið, hann var búinn að kaupa hlutabréf, og hvað gerir hann hérna þegar hún að kaupa, svo nálgast botninn, hann tvöfaldar. Ekki að því að hann var ekki að haga sig eins og spákaupmaður, þeir voru alveg vissir það valjúið sem við væri að kaupa, og saman tíma var verið að gera grín að honum. Hann er stundum kallaði Oracle of Omaha, spekingurinn eða spásagan, kallaði hérna spekingin. Við sitjum upp með alla tómu fastundar. Hérna er þessi blaðamaður í Barrons viðskiptatímaritum að gera grín að Buffett. En það sem var verst fannst þeim félögum var það að hlutabréfaverðið hækkaði. Þeir voru töluvert af peningum, þeir vilja láta slæmi tíman að vera lengur til að geta keypt meira í þessu fyrirtæki eða öðrum fyrirtækjum á lágu verði. Þetta var ekki gott fannst þeim. Nú, förum fram tæp 10 ár.
mönnum fannst það nú ekki mjög flottur hérna í lok þessa áratugar. Þið kannski þekkið það, en þeir vilja ekki kaupa fyrirtæki þar sem getur ekki spáð fyrir reksturinn mjög langa framtíð. Þannig að hann lét öll tæknifyrirtækin eiga sig, jafnvel þó að Bill Gates sé einn besti vinur hans og hann þreytist ekki á að lýsa yfir dálæti sínu, þar að segja Buffett á Gates. Og birti grein þar sem hann bara að segja þetta er búið rosalega gott, við skulum ekki búast við þetta verið svona áfram. Og þessi hérna ár þau voru, þarna sjáum við hvað Dow Jones vísitalan gerði, þetta var nú, það ekki þannig að það hafi ekki verið nein ávöxtun vegna þess að fyrirtækin greiða arð og það ekki reiknað inn í þessa vísitölu. Ég þekkt sem lántökuverð og langþálum og gæinn þetta ekki mín hugmyndir stórt skref. Þannig að seinni 17 ári voru síðan alveg frábær og svo hann bara að segja að framtíðin þannig. Það sem við erum að horfa á að það getur aldrei orðið jafn góð ávöxtun og hefur verið. Þarna voru menn að vænta mjög góðra ávöxtunar, kannanum með að fjárfesta. Hann nefndi nokkur atriði, hann sagði vextir sem voru þá kringum 6% langtímavextir. Þeir þurfa að fara mjög langt niður til þess að hlutabréfaverðið geti hækkað og hagnaði fyrirtækja sem var þá 6% af þjóðarframleiðslu og hann sagði það getur ekki, það er mjög ólíklegt að verði eitthvað hærri, hann þurfti að hækka mikið meira. Það sem hefur gerst að vextirnir hafa einmitt farið mjög mikið niður síðan og hagnaði fyrirtækja í Bandaríkjunum sem hluti af þjóðarframleiðslu sem var 6%, hann í kringum 12% og búinn að vera það í 2 ár og þegar skipti árið 2000 þá fór hann niður að 6%. En jafnvel, þannig að þið sjáu það og hann myndi vera fyrstur til þess að viðurkenna það að hann notast ekki við, hann er ekki að, í þessari grein þá er ekki að spá neinu, meira greiningar, þá notast hann ekki við spár við sína fjárfestingar. Ekki spár heildarmarkað eða hvert vextir að fara eða hagvöxtur. Ekki nema svona hliðar hjálp í því. Nú. Svo kemur hann hérna, bara til að nefna, hann kemur svona á sem ég kalla björgunarbílnum fyrir nokkurum árum, þá eru nokkur fyrirtæki sem að fengu hjá honum peninga. Hérna sjáum við dæmi þá General Electric, Dow Chemical sem er eitt af 3 stærstu fyrirtækjum efnaiðina í heiminum og svo Goldman Sachs, verðbréfafyrirtækið, fjárfestingarbankinn sem er bæði þekktur að afrekum og einhverjum endemum líka. Fyrir Manchester United aðdáendur þá var þetta Jim O'Neill sem er einn harðasti Manchester United aðdáandinn í heimi. Hvað sem veldur. Þið sjáu það mjög smá fjárhæðir að ræða. Þetta voru 1200 milljarðar íslenskra króna sem fóru í svona smá hjálp handa þessum fyrirtækjum og það sem gerist þegar svona er að þú svona stundi getur ráðið skilmálunum nánast sjálfur. Allt þetta er hann að gera hérna þegar hlutabréfaverðið í lágmarki. Hann er ekki að kaupa beint hlutabréf þarna, hann er að lána þeim peninga, það eru skuldabréf sem bera síðan mjög háa vexti og svo fær hann svona bónus með sem er eins og í tilviki Dow Chemical, þá hefur hann heimild til að kaupa vissar hluti á vissu verði yfir næstu ár. En við sjáum að hann er ekkert, Berkshire Hathaway er ekkert undanskilið lækkurum eins og annað, hérna sjáum við að verðið á þeim fyrir 140.000 niður í einhver 70-80.000, þannig að hlutabréfin hjá þeim eru á markaði og þau lækka eins og annað. Nú, þá fer ég yfir stoðir fyrirtækisins. Þetta er ein meginstoðin og var mjög mikilvæg og hefur alltaf verið mjög mikilvæg stoð. Það er þessi tryggingastarfsemin. Þar eru þetta hérna fyrirtæki sem er fyrst og fremst í bílatryggingum, svo er hérna endurtryggingafyrirtæki, General Re og Berkshire Hathaway Reinsurance. Þetta eru fyrirtæki sem fyrst og fremst eru á endurtryggingamarkaði og eru til að mynda svona það sem er kallað supercat eða svona katastrófutryggingum, jarðskjálftar og vindurinn og allt það. Þið sjáu hérna eru peningarnir sem þeir hafa, það sem við kalla flotið og hérna sjáum hvað þau vaxið gríðarlega, þetta er verðlag hækkað og allt slíkt, en þið sjáu hérna fjárhæðirnar sem þeir eru með að láni. Ókeypis, ef vel tekst til, þá þarf þetta að vera þannig að þeir eru líka að tryggja vel, þannig að ígjöldin dugi fyrir tjónum. En þá er þetta svona þessi massi sem bara er þarna frá ári til árs og þeir geta nota til að fjárfesta. Þeir eru að nota alltaf hluta þessi fé til að fjárfesta, svo þetta bætist alltaf í það, starfsemin er að vaxa og allt það.
og þeir eru að fjárfesta í alls konar, endurtryggja alls konar dæmi. Þessi aðilar eru auðvitað á frumtryggingamarkaði. Ísland getur farið inn á vefinn og þar fáum við bara kvót í tryggingar. Og þannig að þetta er ein af hryggjarsúlunum í starfseminni. Síðan kemur þungavíkt, þá sem ég kalla þungavíkt, það eru svona bransar sem krefjast mjög mikið fjármagn. Að öðru óbreyttu er Warren Buffett ekki hrifinn af atvinnugreinum sem krefjast mikið fjármagns eins og bílaframleiðslu og flugrekstri. Það er ekki, en þessar hafa möguleika á að skila það sem maður kallar viðunandi ávöxtun, annars vegar orka, hérna er bara orkufyrirtæki sem er mjög stórt, það er líka stórt í Bretlandi. Kol 40%, þeir eru stórir í vindi, það er 20% af orkunni sem þeir eru að framleiða, 26%, 20% er síðan gas og olía og svo er 7% annað vindur sól og kjarnorka. Og hérna er síðan járnbrautarfyrirtæki og þetta er svona ekta hans fjárfesting, nema þetta er mjög fjárfesting þungt. Það er mikla peninga, endur nýja lestirnar og þetta eru 80.000, þetta eru 7.000 einbreiðar, 80.000 vagnar, rosalega mikið af brautateinum og 13.000 brýr og það eru gríðarlega peninga í að halda þessu við, en það sem þetta hefur er, sko, það er enginn sem er að segja, nú ætlum ég að byggja nýja járnbraut í Bandaríkjunum, alveg sem menn koma og segja, nú ætlum ég að fara að reka fyrir flugfélag. Þetta er $100 milljónir hvað það er og þá get ég bara að fara að stað með flugfélag. Þannig að, og mjög hagkvæmur kostur að bera frakt, gríðarlega hagkvæmt að láta frakt fara á járnbrautateinum samanburði við flug og vegi. Þannig að þetta eru þetta er 29 yfirtaka hérna. Svo koma öll rekstrafélögin, fullt af rekstrafélögum. Og þetta eru tæplega 100 félög sem þeir hafa bara keypt, mikið þessu fjölskyldufyrirtæki, og hérna sjáum við eitthvað sem við kannski þekkjum, Dairy Queen, sem var hérna í eina tíð með rekstur. Og þetta er svona hitt og þetta, iðnaðar vörur af ýmsu tagi, hérna eru iðnaðar vörur og tæki og tól fyrir landbúnað, einkaþotu, leiga, teppi, stærsti teppaframleiðandi í heimi, málning, efnaiðnaður, ísraelskt fyrirtæki hérna sem er í svona alls konar hnífum og slíku fyrir iðnaðarframleiðslu, og hérna er síðan húsgagnaverslun sem að það er fræg saga bak við þessa, kona sem að landflótta frá Sovétríkjunum sem stofnar þessa verslun, kemur bláfátæk til Bandaríkjanna, byrjar með 200 tómar og vinnur þetta upp og hann kaupir síðan, Berkshire Hathaway kaupir þetta afvinni og svo fór hún í fílu konan og stofnaði sín eigin verslun. Þetta er nú, ef einhver staðar er til kjarnorkukonur, þá hlýtur að vera þessi kona, og hún vann fullan vinnudag þangað til 103 ára, hætti að vinna og lést í kjölfarið. Og Warren Buffett hefur sagt að hann hafi komið þessu skilaboðum til alla sína stjórnenda þessar rekstrarfélaga, hvað gerist og þú hættir að vinna hjá honum, hættir að vera sem forstjóri. Þannig að þetta er þriðja stoðin. Svo er þarna smá stoð, þar sem er að ræða, sem við getum kallað fjármálega leigu. Þeir eru að leigja hérna svona vagna, hérna eru að leigja húsgögn og hérna er síðan framleiðandi á tilbúnum húsum og boðin fjármögnum með, og sömu prinsip þarna þegar verið að, spurt ég, þetta ekki alltaf einhver voðalegu vandræðum hjá þeim? Jú, einhverju vandræðum, en samt þeir fóru í gegnum þessi vandræðu veðlánamarkaðnum í Bandaríkjunum eins ósnertur og hægt var. Bara því að þeir héldu bara við sín prinsip, lánuðu bara fólki ekki eftir því hvað tekjur það sagðist myndu hafa eða laug til það hefði, heldur bara tekjurna sem það var með. Ekkert betri greiðendur sem þau voru, þeir bara völdu betur. Nú, svo eru skráðu fjárfestingarnar og þá sjáum við, hér er American Express, þetta er ekki fjárfestingin frá því salatolíuskandalinn, hann var búinn að fara út úr henni og svo fór hann aftur inn í American Express, og svo sjáum við hérna Coca-Cola, ConocoPhillips, við tölum aðeins betur þá eftir, þetta olíufélag er risastórt í Bandaríkjunum, IBM, Johnson & Johnson, og þannig að þetta eru svona yfirleitt langtíma fjárfestingar. Svo er hérna fullt af svona öðru dóti, og oft þið heyrið einhvað, já, Berkshire Hathaway var að kaupa í þessu félagi, hinnu félaginu, þá er það ekki það að Warren Buffett hefur sjálfur ákveðið að kaupa. Hann er með
aðra fjárfestingarstjóna með sér. Þeir eru 2 núna sem eru svona í þjálfun og það eru þeir sem er þessar minni háttar fjárfestingar, þær eru þarna. Og auðvitað, margt af þessu er búið að vera stórt lengi, óbreyttur eignarhlutur í Coca-Cola sem hann er búin að halda þarna bara frá því hann keypti það upphaflega. Svo er annað sem er á leiðin út, Johnson & Johnson, það eru ómikið mistök, hefur hann sagt þarna, lenti í mörgum svona erfiðum málum og þetta er að fara út líka hérna og þannig að og stundum þarf hann auðvitað að selja þessu fyrirtæki sem finnst vera frábær til þess að geta fjármagnað annað. Nú IBM, hérna, nýkomið þarna inn og það er sama, hann las áskýrslunir í 50 ár áður en ákveði að kaupa. Það var alltaf tæknifyrirtæki sem vissi ekki hvernig framtíðin leit, svo allt í einu sann, þetta hefur breyst, nú sé ég framtíðina, sé ég miklu lengra inn í framtíðina, tel mig sjá miklu lengra inn í framtíðina. Þetta er tölulegur eignarhlutur eins og þið sjáið. Þarna fyrirtæki í þeirri stöðu að hann vonast auðvitað eftir að hlutabréfin hækki ekki. Já, ekki mismæli hjá mér. Hann vonast eftir að hlutabréfin hækki ekki. Þetta fyrirtæki er að verja mjög stórum hluta því fé sem það þarf ekki að nota þegar það búið að endurnýja framleiðslutæki og annað slíkt til að kaupa eigin bréf á markaði. Hann er að hugsa til svo langs tíma. Bréfin sem fyrirtæki getur keypt á markaði því ódýrar, því betra fyrir þá hluthafa sem eru eftir. Smátt og smátt eignast hann þá, ef hann horfir langt inn í framtíðina, þá veit hann það eftir 10 ár, ef hlutabréfið hreyfist ekkert, þá er hann búinn að eignast hlutfallslega stærri hlut af því verðmæti sem er í fyrirtækinu heldur en á hlutabréfaverðið væri að hækka. Þannig að hann er stundum á öðruvísi heldur en við að hann vill ekki að hlutabréfaverðið hækki. Ég sagði ykkur að vera skrítin. Nú, jólabókin hvert einasta ár eru 2 kaflar í þessari bók hérna. The Intelligent Investor, kom fyrst út 1949, frábær bók, sem myndi segja að menn þyrfti ekki að lesa aðra bók. Það er korkli hérna, fjárfestirinn og sveiflur á markaði, þar sem hann bara boðskapurinn í stuttumáli þessi ekki verða nýttu frekar sveifluna frekar en vera fórnarlamb þeirra. Það er alltaf, við getum sagt að koma alltaf í heimsóttíð maður hverjum degi sem heitir herra markaðar, Mr. Market, stundum er hann bara svona, þannig þykir þeir alveg sammála það, sammála skoðanir eitthvað falla saman. Stundum kemur hann í rosalega góðu skapi og vill kaupa þér eitthvað. Stundum kemur hann í hrikalega niðurdregin og vill selja eitthvað. Nýttu þér það. Nýtt seldónu þegar hann er í hrikalega góðu skapi og sjáðu hvort þessi vildir ekki kaupa hann þegar hann er í óbúslega vondu skapi, niðurdregin. Og síðan borð fyrir báru, margin of safety, að hafa borð fyrir báru í fjárfestingum, saman hvort það eru skuldabréfafjárfestingar eða hlutabréfafjárfestingar, auðvitað að hugsa þetta eins og hlutabréfafjárfestingar. Þú svona segir að mér sýnist að virði einhvers félags sé 100, verðið á markaði er 99, hef ég mikið borð fyrir báru? Nei, ég þyrfti að hafa aðeins meira borð fyrir báru. Kaupa bréfin þegar verðið er svolítið mikið lægra heldur en það sem mér sýnist vera virði félagsins. Nú, grundvallaratriði við fjárfestingar. Þetta er ekki 15 glærur eða 50 eða 20 eitthvað þar á milli, þetta eru 2. Af því að þetta er svo einfalt. Skilja atvinnugrunnina eða businessin sem fyrirtæki er í. Hann vill vera á heimavelli eins og ég sagði á hann, þannig að hann fer ekki út fyrir sinn sem völl. Hann er svona eins og frábær íslensku knattspyrnumaður sem verður enga draum að fara í atvinnumennsku. Hann vill bara vera bestur í íslensku deildinni. Það geta séð hvað getur gerst á næstu 5, 10 eða 15 árum. If we can't see that, we don't even look at it. Þannig að hann er ekki að vinna með allur heimilurinn hans, ekki hans vígvöllur. Það er bara svona pínu póns. Er umhverfið sem fyrirtæki starfar í hagstætt og staða fyrirtæki sem sterk. Hvað er hagstætt umhverfi? Jú, það er það sem getur verið með svona kastaladíki. Þú ert með fyrirtæki og svo bara risa kastaladíki í kringu það kemst ekki yfir. Þú hefur einhverjar viðskiptavild, eitthvað sem að, og við erum að prófa þetta á okkur í hverju einustu viku. Ég fór í Bónus í gær og vantaði tannkrem og það var alveg bara, hvað er Colgate? Svo var bara Colgate, jú, þetta eru fleiri merki og annað slíkt, en það var Colgate. Sumar atvinnugreinar eru öðruvísi.
það bara, heyrðu, ég kaupa það er til A, B, C og D og skipt með engu máli hvert það er, ég bara tek það sem er lægsta verði til að mynda. Þannig að kastaladyggið má síðan búast við hinn hagstæðu skilyrði og staða fyrirtæki sem standist tímans tönn, það sé svona durable, styrkist það bara eftir því sem að tíminn líður. Eftirspurnin einhver eftirspurnaþáttur sem að sjáu þið, tökum dæmi, fyrirtæki sem við getum velt fyrir sig eða bransi, sem við gætum haldið að væri, það því það er ekki öll vörumerki, eins og tímum BMW, nú veitum við að það er rosalega mikið af fólki sem dreymir BMW, þeir hafa verið að selja rosalega mikið í Kína og Brasilíu og fleiri stöðum en samt er þetta ekki, Warren Buffett myndi ekki kalla þetta að umhverfið sé hagstætt. Það er að segja þetta þarf rosalega mikið, það er að þróa nýja bíla og ofboðslega mikið af peningum og svo allt í einu geta menn tekið upp og að segja nei, ég vil ekki BMW, ég vil frekar Möstu, sjáu þið. Og einhver myndi frekar auðvitað, fyrsta skrifar vilja frekar Audi eða BMW, ég var svona bara að draga upp andstæðunar. Stakka kastaladíkið, er fyrirtæki þannig að það geti stakkað díkið. Man kallar þetta economic mode. Verða stjórnendur fé með skynsamlegum hætti. Margir stjórnendur fyrirtækja er í einhverjum skilningi góðir en þeir geta breyst síðan í svakalega stór ego, það sem skiptir miklu meira máli fyrir þá að geta sagt að við erum búin að kaupa þetta, með fyrirtæki veltan búin að sjöfaldast á x árum og þannig að hann vil að þeir verji séu ekki ég mig frá mér til mín stjórnendur. Heldur ef þeir sjá að þeir geta ekki gert að vita við peningana þá bara láta þeir hluta á hann að hafa það annað með arðgreiðslum eða með því að kaupa eigin bréf á markaði. Þeir vilja þegar að kaupa fyrirtæki eins og þessi rekstrarfélög, þeim er sívaxandi stærri hluti af starfseminni, þá vil ég að stjórnendur sem eru fyrir hendi, að stjórnendur séu fyrir hendi, þannig að þeir geta ekkert bætt úr því, hann og samstarfsmenn hans. Þeir vilja kaupa góð fyrirtæki með góða stjórnendur og þarna sjáum við nokkur orðum það. Er arðsemi eigið góð og umfram meðaltal. Arðsemi í banka getur verið mjög góð, en það er að vinna svo litlu eigið fé, þannig að þeir Warren Buffett finnst rosalega góð fyrirtæki sem er rosalega mikið eigið fé og líka rosalega góða arðsemi. En þau eru auðvitað vandfundin. Er verðið skynsamlegt, jafnvel þó allt annað þarna fyrir framann, það sé já í alla kassa, ef verðið er ekki í lagi, þá fer hann. Það þarf að vera borð fyrir báru. Hérna sjáum við samanburð á S&P vísitölunni, bara frá 1965 og síðan aukningu á innravirði eða bókvært verð á hlut. Og ég ætla ekki að fara neitt í þetta en það við sjáum hérna bara munin á ávöxtuninni, árleg ávöxtun, 19,8% og 9,2% fyrir vísitöluna. Þá sjáum við hérna hvað þetta hefur, hvað sama uppæð í byrjun, nú er enda hérna í $13.000 og 6.397. Nei, þetta er prósentafyrirgefi, það er ekki hérna fjárhæðir. Þetta er upp 13.000% og þetta hérna 6.397. Þið sjáu þetta annualized, þetta er munurinn alltaf helmingur á hverju ári, þannig að þetta við farum að reikna þá bara væri þetta svona. Þið sjáu þetta hvað eru fá ár það sem er nú orðið fyrir miklum skelli. Og þegar hann verður fyrir skelli þá er hann oft markaður mjög frískur. Þannig að hann svona klífur ölduna. Og svo sjáum við líka að þetta var miklu meira hérna og þetta var rosalega fínn áratugur hér. Svo er þetta orðið erfiðar, þetta er orðið svo stórt og þeir þurfa svona að einbeita sér svo mikið að því að finna einhver stór dæmi sem er rosalega hrifnir af. Og sjálfur sagt sögu því að megi líka þessu við því þegar það var saga af eldri manni sem var í stórmarkaði með hérna innkaupavagn, svo rekst hann á einhvern yngri mann og eldri maðurinn sem segir fyrir ég er svo annars hugar, ég er búin að týna konu minni og ég er að leita að henni. Ungi maður segir já, ég er alveg í sömu stöðu. Nefnum kannski að vera saman í lið og leita að þeim og já, segir gamli maðurinn og svo spyr hérna gamli maðurinn hvernig lítur konaðinn út og ungi maðurinn lýsir því að hún er ljósað, hávaxin, hún er í svona aðskornu stuttbuxum og alveg dregur mynda hérna glæsinu kvenmanni
og eldri maður segir já og ungi segir, og þín, hvernig lítur hún út? Og þá segir þessi eldri, heyrðu, við skulum koma bara að leita þinni. Það þetta sem þeir verða að gera, þeir verða að finna eitthvað alveg sérstakt til þess að geta hreyft þetta orðið. Þetta stóra félag. Nú, stjórnendur fyrirtækjana, þeir eru mjög sérstakir, þeir eru flestir búin að vera rosalega lengi, sem í 50 ár. Þeir eru stjórnendur sumra stór fyrirtækja, þeir eru alltaf að velta fyrir sér, hver get ég farið næst? Hver hringir í mig? Alltaf, kannski fæ ég símtalið í kvöld hvort ég vil ekki koma og stýra þessu fyrirtæki, hinu fyrirtæki. Þeir vilja alltaf öðruvísi. Stjórnendur hugsa þeir rosalega langt tíma og vilja alls ekki fara fet. Oft þetta rekstrarfélögin sem þeir eiga, það eru oft fjölskyldur sem koma, selja þeim kannski 80–100% en vilja vera áfram. Eiga kannski eitthvað pínulítið, en elska þennan, svo sem stýrir teppafyrirtækjunum, hann elskar teppi. Svo sem að stýrir fyrirtækjunum sem leigir vagnana, hann elskar það að leigja vagna. Þannig stjórnendur vilja þeir hafa og jafnvel þó sem eru gamlir, að þá eru þeir spilaðir ennþá alveg frábærlega. Og þeir hafa líkt þessu við að þegar maður spyr sjálfur, það getur allavega verið að svona eldri séu svona rosalega frískir ennþá. Og þá riðað upp saman 76 ára gamlum manni sem náði sér í 25 ára gamla skutlu og svo var allir að velta fyrir sér í kringum hann, hvernig fórstu að þessu? Og þá sagði hann, ég var í 86. Þannig að það er til að leggja áherslu á að sumt batnar með aldrinum. Nú, starfsmenn á plani, það eru 2 í þjálfun, hafa 500, tæplega 600 milljarða hvorum sig í þjálfunarpeninga. Ted heitir þessi og þetta Tom Cobb. Það horfa þarna líklega á einhvern íþróttaleik, einhvern litlu íþróttahúsi. Hvaða mælikvarða leggja þeir til grundvallar? Þeir eru að vega og meta, það er búið að standa yfir leit lengi og þessir eru bara 2 eftir og þeir munu báðir halda áfram að starfa. Og þannig að það verður að þjálfa á. Hvað vil Warren Buffett og félaginn sjá? Vera nánast erfðafræðilega forráð til að koma auga og forðast alvarlega áhættu. Það með til að áhættu sem menn hafa aldrei mætt áður. Samstarfsmaður Warren Buffett, Charlie Munger, hann segist vera svo áhættufælinn að hann búinn að hugsa lengi hvar hann muni gefa upp öndina á hvaða stað, vegna þess að hann þarf að passa sig á því að fara aldrei þangað. Þannig orðaði hann sinn skilning á áhættu. Sjálfstæð hugsun, tilfinningalegt, jafnvægi og djúpur skilningu á mannlegri hegðun og hegðun stórra aðila, eins og til dæmis lífeyrissjóða, tryggingafélaga, vogunarsjóða, skilja hvernig þeir akta, nýta sig til að geta nýtt sér það. Peningar skipti ekki máli. Peningar, þeir eiga auðvitað, þetta eru ríkir menn. Þeir gætu farið annað að fengja hærri laun en þeir vilja vera hjá Berkshire Hathaway. Þannig vill hann að starfsmennir séu, og hann búinn að vera fullt af starfsmennir gegnum tíðina sem verið að sinna fjárfestingum sem þeir geta farið annað og fengið miklu hærri laun. Þeir bara vilja vera þarna. Buffett hefur orðið. Regla nr. 1, ekki tafa peningum. Regla nr. 2, gleymdu aldrei regla nr. 1. Bæði hann og George Soros, þeir eiga þetta sameiginlegt. Þeir hugsa rosalega hver áhættan niður á við. Þeir eru ekki að hugsa hvernig mun þetta ávaxtast yfir næstu x mánuðina, jafnvel næstu örfá árunni. Þeir eru rosalega fókuseraðir á hvað þeir fyrir neðan. Hann tókst á hendur sína fyrstu fjárfestingu, keypti 3 hluti í fyrirtæki sem hét City Services, keypti á 38, svo fór hann í 27, svo beið hann, hann var 40, komið upp fyrir upphaflega kaupverði sem oft haldreipi, seldi, svo fór það í 200 og hann lærði sína fyrstu leksíu, þolinmæði. Langtíma hugsunin, fjárfesta eins og katólíki giftist, það er að segja til lífstíðar að vantalarnin. Leggur áherslu á það að menn fari ekki út í eitthvað sem þeir þekki ekki. Reynir ekki að hoppa yfir 7 fetaslár, frekar að leita að eins feta háumslán sem maður getur stíð yfir. Hann ekki að reyna að
Hann ekkert að reyna að finna næsta Apple til að mynda. Eða Apple þangað upp á síkastir. Það ekki nauðsynlegt að gera óvinnilega hlut til að skila óvinnilegri ávöxtun, greina sama með því. Það þarf ekki að spenna bogann hátt. Mjög sjálfstæður, þannig að hans hugmyndum, hópaákvörðun, horfa í speil og þeir taka allar ákvarðanir og þeir sérstaklega tiltaka það varðandi skráðu fjárfestingarnar. Það að segja þeir eru að kaupa svona eins og oft gerist, stundum gerist, hlutabréf á markaði. Þeir vilja alls ekki fá neinn símtöl. Það þýðir ekkert fyrir, það hringir aldrei neitt frá Wall Street í Warren Buffett og segir, heyrðu, ég er með rosalega góða hugmynd. Hann skrifar bara í áskýrsluna. Við frábiðum okkur öll símtöla sem verður að ráðleggja okkur einhverjum fjárfestingar í skráðum verðbréfum. Og hvernig undirber hann segir, jú, þetta er að lesa og annars líkt sko, en stærstu hluti hans undirbúningar tíðina hefur bara verið að sitja og lesa ásetningar. Það eru sögur að því í ævisöguna sko, þegar einhver fjölskylduboð, svo bara klárar hann að borða og svo fer hann bara upp í herbergið sitt og fer að lesa ásetningar. Börnin alveg, pabbi, hvert að fara? Ég hef að lesa ásetningar. Nú, þrátt fyrir þetta, þá hefur hann nú farið út fyrir landamærin, en hann hefur fyrst og næst bandarískur og svo fór hann nú í ferð hérna fyrir nokkurum árum til Evrópu. Þá bara sagði hann, ég finn ekki tækifæri í Bandaríkjunum, ég þarf að fara eitthvað annað, fór til Evrópu, fór til Kóreu. En svo hætti hann við það að leita tækifæri í Evrópu þegar kom lækkun í Bandaríkjunum, hann sagði að það er fullt tækifæri hér, ég þarf ekki að leita. Hann fór þó og keypti þessi hlutabréf í PetroChina, kínverskt olíufélag. Þegar hann sá, þetta er svona, þeir eru að framleiða, þeir eru alveg stóru og ExxonMobil og þessi stóru og kosta brota því sem að þeir kosta. Keypti 500% hækkun út. Þannig að eins og hann sagði, ég og kínverska ríkisstofnun réðum þessu fyrirtæki. Því hann var kínverska, þetta var langstærstu hluta í eigu ríkisins, svo kom hann inn. Nú, hann er hluta því hann fór út úr Kraft Foods og hefur verið að selja það niður eða hann var ekki ánægður með yfirtöku þeirra á Cadbury Schweppes og verðið sem átt að borga. Þannig að þá bara lætur hann verkin tala og þrátt fyrir það, fyrirtæki hans eigu eru oft að kaupa, rekstrarfélögin þau eru oft að kaupa svona fyrirtæki svipaðri starfsemi og allt svoleiðis en þessar svona mega yfirtökur og sameiningar á Wall Street, það er ekki eitthvað sem hann er mjög hrifinn af. Þarna sjáum við þetta, hann vill fá fyrirtæki sem hann heldur að getur spáð fyrir hvernig reksturinn muni þróast mjög langt inn í framtíðina og hann á núna Wrigley's-fyrirtækið og lestu beina með greinun á fíl. Hérna er þessi Fisher-bók, ég hef búin að sýna ykkur hinna bókina, þetta er þessar tvær bækur sem við erum að tala lesa áskýrslur, láta allt hitt, eiga sig allar jöfnunar og með grísku bókstöðunum. Sama, auðvitað er hann svolítið að hæðast þarna og vera skemmtilegur, en það er í stórundráttum þá segir hann þú bara geta lagt saman, dregið frá, deilt, reiknað einfaldar prósentur og líkindi. Hann er nú svona sko frekar ódýr, hann er ekkert að eyða peningum með óþarfa, þannig að þetta gerist með dýru jakkafutin. Þegar við komin á hann þá líta þau ódýrt út. Keyrði lengi á Volkswagen Bjöllu, þá þegar hann var orðinn mjög auðugur. Býr ennþá í sama húsinu og hann keypti fyrir nokkrum áratugum. Þarna er hann að útskýra hvernig þeir hugsa. Þeir eru alltaf leitandi, þeir eru áhugasamir og opin huga, en ganga aldrei frá málinu í flýti. Þó þeir svari í flýti. Það tekur, ef það hringt í hann, einhver sem hringir og segir, heyrðu, ég hef áhuga á að selja fyrirtæki mitt, ég hef búin að reka það í þessa áratugi, við erum að gera þetta og þetta og þetta. Hann yfirleitt getur svara bara í samtalinu, nei, þetta hentar okkur ekki. Mjög fljótur að, og síðan náttúrulega þegar kemur að öllum stórum fyrirtækjum sem eru risastór, þá eiginlega þekkja hann þau öll. Þannig að mjög fljótur átt að sjá því hvort það sé verði sem er nefnt sé í lagi eða ekki. Það er nú frægar sögur af hegðun læmingjana sem eiga sér ekki stóð í raunveruleikunum eins og þeir hlaupi viljandi fram að björgum. En þeir
þegar þeim fjölgar mikið þá taka þær á rás og hann kaupir hlutabréf þegar þeir eru á leiðinni í hina áttina. Reynir að vera eins og hann sagt, við reynum að vera fjárgráðugir þegar aðrir eru hræddir og hræddir þegar aðrir eru fjárgráðugir. Langtímahugsunin, þetta sé ekki hægt og við getum örugglega öll skrifað undir það. Hérna er hann aðeins að skjóta eða sem það beina einhverjum skotum á að þeim aðilum sem við getum kallað trader eða hvað það er, sem eru að kaupa og selja mjög oft og títt. Og þetta er mjög athyglisvert. Þeir hafa ekki skoðun á vöxtum eða hagvexti eða einhverju slíku til skamms tíma. Þannig að þeir fjárfesta án þess að velta því fyrir sér sem að við vitum að við erum allan oft auðvitað að velta þessu endalaust fyrir okkur. Og hann gerir lítið úr og segist hæfni sinn til að stýra fyrirtækjum, helst í rekstri og segist nákvæmlega ekkert þá að fram að færa á. Menn sé þá bara í vandræðum með að þessi verða að reiða sig á hann. Nú, þú getur ekki fjárfest á þess að gera mistök, segir hann sjálfur. Hefur hann gert mistök og fundið einhvern tímann eftirsjá? Já, það er bara mannlegt. Hvers konar mistök? Mörg þeirra hafa verið vegna þess að hann gerði ekki vegna þess að hann gerði, það sem við kallum errors of omission í staðinn fyrir errors of commission. Hvað gerði hann ekki? Og þetta er mjög, ykkur finnst kannski, þessi eftirsjártilfinning, hún er, þegar framlíða stundir, þá verður þessi eftirsjár yfir því sem við gerðum ekki oft sterkari heldur en eftirsjár yfir því sem við gerðum. Og, veistu, tökum einfalt dæmi við ákvæðum að ætlum að vera alltaf fyrir okkur að fara í nám 25 ára, nei, þessum framhaldsnám, segjum nei, ég ætla bara búin góð vinna, ég fyrir það, svo kannski 20 ár. Þá er orðið meiri eftirsjá eftir, já, ég hefði nú átt að fara allir 2 ára á. Þannig að eftirsjá vegna þess að við gerðum ekki dæmi, það bara hann hálfpartinn eiginlega gleymdi að kaupa hlutabréf í Walmart eftir að svona þessi internetbóla sprakk þarna aldamótin og mörg félög lækkuðu, ekki bara þau félög, heldur líka almenn félög. Nú, svo gerði hann líka, fyrir ekkert félum mistökin, þarna sjáum við 88, þá gerði hann alveg hrikaleg mistök. Kaupir olíufélag þegar olíuverðið var í svakalegu hámarki og keypti svo 2 írska banka sem var bara fjárfestingar sem bara töpuðust, fóru bara út í loftið. Þannig að hann getur státar ekki að því og myndi að gera það, hann hefði alltaf rétt fyrir sér. Nú að lokum, það er grein sem hann skrifaði í Fortune sem er fróðlegt að lesa í fyrra held ég að verið, hann er bara að tala um 3 flokka fjárfestinga eða fjárfestingamöguleika. Það eru þessar fjárfestingar sem eru í einhverjum gjaldmiðli. Það eru víxlar eða skuldabréf einhver velhæð sem er búið að, ég á 100 kall og jú, eftir að ykkur bera hann einhverja vexti en fjárfestar þetta erlendir sem ekki búið að verðtryggða fjárfestingamöguleika, þeir hafa oft lent ill í því að verðbólga hefur rýrt verulega kaupmáttinn og við álitum oft fjárfestingar ríkisins vera áhættulausar. Hann segir aftur á móti, það eru ekki áhættulausar bara við það sveiflast ekki, heldur ef við viljum venda kaupmátt þá geta það verið alveg hrikalega áhættusamar. Nú annar flokkurinn, það eru eignir sem munu ekki gefa neitt af sér. Og hvað á ég með að gefa ekki neitt af sér? Auðvitað gefa þær af sér ef ég kaupi gull á 100 og get svo selt á 110 eftir viku. En þær gefa ekkert af sér í orðsins fyllstu merkingu. Gull er bara mokað upp, eins og stundum verið sagt, það er einhvers staðar í Suður-Afríku, þá er skrítið gull, sko, þar fara menn og vinna það og svo er það steypt í einhverja klumpa, þannig að það er grafið upp úr jörðinni, svo flytja með það bara við hálfan hnöttinn og opna síðan einhverja geymslu og setja þær inn og loka. Skrítið að það sé einhver áhugi á slíkri fjárfestingu sem gerir ekkert. En það gefa ekkert af sér þegar búið að, þetta er kakó, það er engin vextir, engin arður, þó að þetta sé arður í auðlindunum. Þannig að þarna þurfa fjárfestar að vonast til þess að einhver sé tilbúin til að borga hærra verð daginn eftir. Við getum alveg á hlutabréf sem hækkar ekkert, það greiðir okkur bara alltaf arð, getur við fínt. Og síðan fjárfestingar eignum sem skila afrækstri. Getur verið land, verksmiðjur, hús,
Þannig að, og þeir auðvitað eru mjög hrifnir af þessu, þó að Berkshire Hathaway gennum tíðina, þeir hafa keypt, hann hefur keypt silfur, var að reyna að hagnast á silfri hérna fyrir 13 og 14 síðan. Þeir hafa keypt fullt á skuldabröf líka, bæði ríkisskuldabröf, líka svona junk bonds, ruskbref og allt þarna á milli, og svo náttúrulega öll hlutabrifin og fyrirtækin sem þeir hafa keypt. Nú, má við sjá, ég held kannski að við hæfi að fáum hérna eina mynd á honum áður en ég. Hann er svona svolítill prakkari. Það er ekki að biðja þessara konu, hann er kannski að biðja lægra verð, svona trúleira. Það er hérna 2 mínútna myndband sem 2-3 mínútur. Það byrjaði á því að það er kona sem heitir Carol Loomis sem skrifaði hérna þessa bók sem nýkomur út, Tap Dancing to Work. Hún er að svara hérna spurningu og svo kemur hann aðeins sjálfur. Here is what interests me. Why does he have the record he does? And you have said in a conversation with me, he understands how to look at accounting statements and find the telling point. And That's maybe true. in a footnote. That's true. So that he'll see opportunity and see the future. He will. He has an ability to do that I think is matched by very few other investors. And he has this broad, extensive knowledge of business, and I think maybe I said this to you, so when something new comes up, he has a frame of reference in which to place it. And then he adds this rationality that I really think just a handful of investors. Rationality? Well, he doesn't let emotion take over when he's considering whether to buy. He goes at the decision in a very rational way. Then the price goes down and he buys more, whereas most people panic and sell when the price goes down. And he just is, he's extremely disciplined in the way he thinks about investments. This will take a long time to explain, but how is it that you know value so well? So that if it goes down, you know the value hasn't changed, so you buy more. And so that you know the value, so you're not going to pay a nickel more than the value you see. I only get into situations where I do know the value. There's thousands of companies whose value I don't know. Yeah. But I know the ones that I know. Yeah. And incidentally, it isn't you don't pinpoint things. I mean, if somebody walks in this door now and they weigh between 300 and 350 pounds, I don't need to say they weigh 327 to say that they're fat. Right. So if they're in that zone, you know, I'm fine with it. And but I also know that there's all kinds of companies that I can't figure out. So I don't. So I do know. I usually know when I'm dealing with companies that I understand, and then I do. Accounting is a language, and it's a language that I like. And a language you not only understand, but like. I like it, yeah. I mean, it speaks to you, like music speaks to you. It really speaks to me, and when it speaks in a false voice, I can detect that sometimes too. You know, I mean, it's, you know, it is almost like playing music, you know, when you look at an accounting statement. And it's not true of all companies. It's not true of all companies at all. But you don't have to be right about. I don't have to be right about the ones I ignore. I mean, so when you see a footnote that says something to you, you just feel a kind of emotional. It's in the footnotes. You're right. I mean, the footnotes are the tip good off. or bad. There's the story. There's a tip off there. Yeah. And Carol is very, very good at this, incidentally, herself. Yeah. Well. It's so far down the ladder on this compared to where he is. Let's look at some of the investments at Berkshire, and some of this comes in. You still have a lot of Coca-Cola? A lot. Yeah. You saw the value of that early on? Well, not early enough. I mean, I probably had my first soft drink in 1935, and I didn't buy the stock until 1988. So, I would put me in the slow class on that one.